Góðkvöldið. Það alltaf gott að koma heim, þó að þessi stundu stressandi. Ég kom mánudagsmorgun snemma og engin taska. Allt mitt dót í töskunni. Ég var bara með pínlitla handtösku. Og eitt af versta var að biblían mín var í töskunum minni. Og það er fyrsta sinni sem ég hef sett biblíuna í tösku í farangurinn. Ég hef aldrei tjekkað hann inn. Þetta er biblían sem ég hef haft í 40-50 ár. Lét binda hann inn í geitaskinn, hún er svolítið verðmæt persónulega. Og svo sett ég hann núna í farangurinn og týndist hún. Og þau vissi ekki einu sinni hvar hún var, hvort hún var í Chicago eða farið til Bretlands eða Amsterdam eða eitthvað annar. Það var bara, fundi hann ekki. Hvergi að skrá. Ég var með númer og það fannst hvergi. Svo að ég var stressaður og öll mig föt, tannbusti, busti, nærföt, buxur, skyrtur, allt saman, úlpur og maður svona hríðskalf, kalt undanfærið. Og fyrstu orðin sem ég heyrði frá loftleiðum var, já, þú verður að hafa samband við þinn eigin ferðatryggingu því að við dekkum þetta ekki. En svo var ég í samtali við það fyrst í síma og svo í neti og svo fór ég á skrifstofuna og þá fór allt í gang. Og þeir fundu hana í Chicago, lág þar og þagði og sagði ekki neitt. Og svo kom hún í morgun og ég þurfti að fara på völlana á eina. Þannig að ég er ósköp ánægður núna að hafa hana. En svona lífið stundum, maður ætlaði sér eitthvað og þá kemur streita og það skapar svona stress og vanlíðan hjá okkur. Og staðreyndin er að það eru mjög margir í þjóðfélaginu sem að líða fyrir ýmiss konar tilfinningalega vanlíðan. Og streita, þunglyndi er að aukast. Í Bandaríkjunum það er 50 hver maður er með meiri háttar geðvandamál. Og fólk þarf að fara meira til geðlæknis, meira til sálfræðings, leita meira til lyfja. Og ég verða líka að segja mig aftur í lokinni kvöld að það eru sumir sem að hafa veikindi í huganum sem eru líffræðilega eða hormóna eða eitthvað sem er raunverulegt. Þetta er raunveruleg veiki, alveg eins og krabbamein eða sykursýki og það er nauðsynlegt að leita hjálpar hjá geðlækni eða lækninni sínum eða sálfræðingi, það þarf stundum meðul. Það ég er ekki að tala að taka það í burtu. Ég vil tala í kvöld hvernig okkur líður stundum illa. Við lendum í alls konar hremmingum og vandamálum og geðheilsa manna liggur oft niðri. Það var rannsókn gerð í Ástralíu. Þriðji hver maður á vinnumarkað verður fyrir áreitni. 41% kvenna verður fyrir áreitni. Einstaklingar sem eru ekki telja sig svona hefðbundin maður og kona, 64% þeirra verður fyrir áreitni. Kallar þeir eru minna fyrir áreitni. Þannig að þetta er einalandi. Hérna á Íslandi að þá erum við talið með hamingjusömustu þjóðum í heimi, en samt er það að 1 af hverjum 10 hér á Íslandi líður fyrir þunglyndi einhvern tíma á árinu eða einhvern tíma á sinna ævi. Og við vitum hvernig er eftir jólin að það er heilmikið þunglyndi þá, en það er svolítið merkilegt að þegar vísindamenn bera saman þunglyndi og sjálfsvíg, þá erum við með mjög lága prósentu af sjálfsvíg miðað við þunglyndi. Og þið veit ekki af hverju, en þið halda það sé vegna þess að við höfum mjög sterk fjölskyldubönd. En á sama tíma erum við mjög háa notkun af þunglyndislyfjum, sem er svolítið merkilegt. Svo við erum mjög hamingjusöm hjón, við erum með töluvert þunglyndi, sérstaklega eftir jólin, og við erum með mjög sterk fjölskyldubönd, en samt höfum við mjög háa notkun af lyfjum vegna þunglyndis. Bandaríkjunum, það er 60 milljónir manna sem lifa við meiri háttar þunglyndis veikindi. Þetta er alveg gífurlega tölur og þetta er aukist yfir árin. Og margir veit ekkert af hverju, fyrir mörgum er þetta líkamlegt, en það er líka oft að það eru raunverulega ástæður sem hafa upplifað. Það er ekki alltaf að það er orsökin fyrir vanlíðan, en það getur líka aukið vanlíðan. Og við hugsaum til dæmis þegar að
fólk lendir í einhverju stóri slysi. Við vitum til dæmis að lögreglumenn og sjúkraflutningamenn, þegar þeir koma að slysi sem virkilega hörmulegt og ömurlegt að sjá líkamann, þeir eru í stóru vandræðum að glíma við eftir að lögreglumenn stundum að glíma við það, og þeir eru farin að tala að hér á Íslandinu líka að það þarf að fá meiri hjálp, stuðning við lögreglumenn og sjúkraflutningamenn í slíkum kringumstæðum. En það eru líka almennir borgarar sem að sjá hluti sem þeir ætti ekki að sjá, og jafnvel börn, og ætti ekki að þurfa að upplifa það. Einelti í skólum, margir hafa upplifað það. Ég upplifði það í 3 ár að 2 af skólafjölum mínum, þeir börðu mig í axlirnar mjög oft, mörgum sinnum í viku. Góðir strákar, sem bara venjulegi gaurar, og maður lifði það af. En vandamálið er að við höldum áfram þegar við erum fullorðin. Áreitni með fullorðna manna í vinnu og utan vinnu er mjög mikil, meira sem prestur. Maður myndi halda í kirkjunu og prestar, þeir myndi ekki fá áreitni. En það versta sem maður fær á sig sem einstaklingur, hvar sem það er þegar fólk sem við þekkjum, fólk sem okkur þykir vænt fólk sem við eyðum miklum tíma með, það áreiti mann eða segja sveið þér eða skömm þér eða þér að kenna, að þá það fer inn í okkur. Og sem prestur þá hef ég haft samstarfsmann mín að segja, þú ert slæmur prestur eftir að hætta starfi og fara í burtu. Ég hef heyrt safnafólkið mitt segja, ég skammast mín fyrir þig. Ég segja, hvernig klæður þig? Veist, alls konar orð sem látin fljóta og bara henda þeim út, en þau ekki tekin tilbaka, það ekki hægt. Og þetta safnar saman yfir árin, og þetta nýstir, og fyrir mörgum þá er þetta sárt. Stundum segir maður hluti í ógáti. Ég man eftir því sem táningur sagði eitthvað svona í stríðni og gerði mig grein fyrir því að einstaklega sem ég var að tala var handað á horninu og heyrði allt sem ég sagði. Ég bara, hvað sagði ég? En það nýstir. Það nýstir og við særum hvort annað. En mér langar að deila með ykkur. Leið mér fyrst að segja líka að sorgin er mjög sterk og raunveruleg. Við öll lendum í sorg einhvers staðar og það skapar streitu og stundum meira átta vandamál, og margir leysa sorgina með því að nota geðlyf. Og ég skal koma inn á sorgina að seinna í kvöld. En 2 menn, Holmes og Ray, þeir unnu svolítið á streitu og byggu til streitu skala. 50-100 atriði sem sett á, og þetta var að hjálpa að mæla hversu mikið sorg þú hefðir, hversu mikið streitu þú hefðir. Það er persónubundið. Þetta er bara eitt skali og það er ekki sannleikur. En vísindamenn hafa mikinn áhuga á þessu því að þeir vilja okkur líði vel. En mér langar að líta svolítið í Biblíunni í kvöld, og það eru 2 textar í Biblíunni, annar í 3. Jónasarbréfi, bara það er 1 kafli og það er í öðru versi. Þegar maður les þennan texta þá er Jóhannes að skrifa hvað Guð vill okkur, og í raun og veru þá er hann að segja, Guð vill að þú sett heilbrigður og hamingjusamur, að þú sett heilbrigð og hamingjusöm. Guð hefur áhuga á líkamlegri velferð þinni og geðheilsu þinni. Hann hefur mikinn áhuga á því, og því miður er það að kirkjur hafa skapað mestu streituna og vanlíðan. Skamm, sekt og kvíði eru verkfæri sem eru notuð mikið í pólitík og kirkju. Sveið þér, ef þú gerir þetta þá vil Guð ekki taka á móti þér. Ef þú gerir þetta þá mun þú brenna í eldi. Hræðsla, ótti, sekt. Og því miður, þetta á aldrei heima í kirkju. Guð vill að þú sett hamingjusöm og heilbrigð. Að það sé gott að lifa. Og ég hef heyrt allt of mikið það, að kirkjur hafa mokað skömm og sekt á einstaklinga. Allar reglurnar. Hvaðan koma reglurnar? Mér var bara sagt náttúrulega nýlega að ung kona, þegar hún var lítið stelpa, hún sagt að hún bjó við vatn, stöðuvatn í Bandaríkjunum. Hún mátti ekki fara dýpra í vatnið
á helgidögum nema upp að hné. Svo veistu hvað hún og systkini henni gerðu? Þeir fóru upp að hné, svo bara duttu þau. Fóru á kaf. Sveið þér, skammir, hvað gerðurðu? Sekt og skamm. En þannig erum við, því að við höfum vandamál. En ég er með góða fréttir, því að það er sama hver við erum, sama hver þú ert, sama hvaða lífstíl þú hefur tekið að þér, sama hvaða fortíð þú hefur, sama hvaða er sem þú skammast þín fyrir eða vildur að geta breytt, Guð veit þetta allt saman. Hann þekkir fortíð þína mjög vel, hann þekkir framtíð þína jafnvel á fortíðina og hann segir komdu, eins og þú ert. Og kirkjan segir, þú er að hætta þessu, þú er að breyta þessu, þú er að laga þetta og ef þú getur ekki að laga til, þá bara farði ekki verið í kirkjunni. Og hvort sem það eru sjöndas adventistar eða baptistar eða hvítsramenn aðri, þetta er algengt. Þjóðkirkjan, gerðu hvað þú vilt, komdu þegar þú vilt, fara þegar þú vilt. Næstum því. En kirkjur svo oft eru með langan lista af því sem má gera. Og ef þú breytir út af eða hættir að gera það, getur ekki laga þetta í heild, burt með þig. Fyrir nokkrum ára var góð vinkona okkar, hún var í kirkju, hún hafði alist upp í kirkjunni sem ég er í núna og fór frá, kom svo aftur og var mjög virk í kirkjunni, hitti mig í dag og sagði, Þröstur, ég er með vandamál. Ég sagði, ég get ekki hægt að reykja. Ég sagði, ég verði að segja af mér stöðum minni. Ég sagði, af hverju? Ég verði að hætta og ég get það ekki. Ég sagði, þú getur ekki hætt. Svo hvað ég gera? Gleymdu því. Pældi ekki í því lengur. Ég sagði, ég verði að hætta að reykja, sem þú getur það ekki. Þú er búin að reyna því mörg ár, þú getur ekki hætt. Ég sagði, já, ég veit það, svo hvað ég að gera? Farðu til Guðs, segðu hana hvert vandamálið er og gefðu hana vandamálið. Ekki reyna að hætta, þú getur það ekki. Gefðu hana vandamálið, segðu Drottinn Guð, mig langar að hætta, ég get það ekki. Nú gef ég þér tóbakið, þú verður að taka við reykingunum. Það er kvöld, hætta að reykja, hafði enga löngun, engin eftirköst og aldrei reykt síðan. Meina, kirkjan er að reyna að breyta fólki og skemma fólk með sekt og skömm. Nei, farðu til Jesú. Hann krefst ekki breytinga, hann veit hver þú ert. Þjófurinn á krossinum, eða ræningin á krossinum, eða hvað sem hann gerði, sem er segja hann hafi verið uppreisnarmaður og morðingi, hann gat engu breytt. Hann var fastur, hann gat enginn sem gefið Krist faðmlag og hann dó þennan dag og Kristus sagði, þú verður í Guðs ríki. Dæmið sem Jesús sagði brúðkaupið, prinsinn sem var að gifta sig og konungurinn bauð öllu hefðafólkinu og enginn kom, allir með afsakanir. Það sagði hann, færðu út og bjóðu öllum sem er á götunni, eiturlyfjasjúklingum, áfengissjúklingum, fólki sem er að betla, fólk sem lifir öðruvísi líf, allir hverjir sem eru, bara bjóðum inn, komuðum inn, gefið klæði sem eru hefðbundin fyrir konungsveislu og bara bjóðum inn, komuðum inn. Og þeir fóru út og smöluðu saman fólki, setta á þau konunglega klæði og fóru í veislu. Það var bara að það fólk kom inn, einn maður kom inn og neita að taka við klæðunum. Neita að segja, ég vil ekki gjöfa henni mín, ég ætla bara að vera eins og ég er. Ég vil ekki neitt, þú mátt ekki klæða mig. Það er búið með þið. Guð tekur við okkur eins og við erum. Svo þegar þú lendir fyrir áreitni, þegar þú stendur fyrir mistökum, þegar þú hugsar tilbaka skömm og mistök eða annað sem gerðist, Kristus segir, ég veit það, komdu bara, ekki ágjöra því. Ég ásaka þig ekki. Og þetta er eitt af dýrmætasta sem við getum séð frá Kristi. Það er annar texti sem að mér langar, ég nefndi fyrsti var, Guð vill að höfum heilsu og hamingju. Það er annar texti. Óperbókin 22. kaplinn. Loka kaplinn í Biblíunni. 16. og 17. versið. Alveg stórkostlegt. Þetta er niðurlagið. Þetta er loka orðið í Biblíunni.
Það segir Kristur, ég Jesús af rótarkvisti Davíðs og eina áruborna morgun stjarna, og hann gefur hann að titla á sér. Hann segir, ég uppfylling loforðanna gefin til Davíðs og ég líka fyrstur á með englana á himnum. Ég hér, og svo segir hann segir heilögum anda og brúðinni. Við veitum hver heilar andi þó svo kannski við kannum sig alltaf við hann, en brúðurinn kirkjan. Ekki ein kirkjusöfnur, þetta kirkjan, fólk Guðs. Og hann segir heilögum anda og brúðinni kirkjunni, bjóði hverjum sem vil, hver sem þyrstur, hver sem heyrir að koma og taka ókeypis lífsins vatn. Hvaða skilur í þessu? Einhverjir skildir út undan? Transfólk útilokað, right? Nei, alls ekki. Fólk sem hefur gert af sér eitthvað stórt. Nei. Fólk sem að skamma sín fyrir eitthvað. Nei. Það allir velkomnir. Það engin skilyrði. Kristus segir bara komdu, og kirkjan á að vera fremst í flokki að bjóða fólki, taktu ókeypis lífsvatnið. Kynnstu Jesú og segðu, já, ég vil kynnast Jesú. Og það sem frábært við Jesúm þegar við kynnast honum, hann breytir okkur. Til að gera okkur hamingjusöm og heilbrigð. Jú, dauðinn kemur og sumuleyti það bara gott að lífið ekki endalaust. Getur ímyndað hvernig lífið væri ef við lifum 900 ár og 1000 ár? Sumir sem að kveljast í krabbameini, þjáningar. Eða ég á góðan vin í South Bend sem að hefur misst báðar lappir út af slysi, og hann með sýkingu í líkamanum og hann segir bara ekki gera meir, segir læknanum stopp, þetta nóg. Alltaf með háan hita og veikur, en alltaf brosandi. Kemur í hjólastól og helsa fólki, og ef hann lifir 900 ár þannig líf, eða konur sem settar í ánauð, eða að lifa í Gaza eða Úkraínu í stríði í 1000 ár, 100 ár, hvers konar líf var það? Guð hefur stytt líf okkar, en lífið í dag ekki endurinn. Svo Guð alveg frábær. Vandamálin sem við höfum, sem að við stöndum fram með fyrir, mörg þeirra, það getur ég segi ekki allt, heldur mörg þeirra koma vegna þess að við erum eigingjarnir. Aðrir í kringum okkur líka eigingjarnir. Og lítið bara á unga barn. Við fæðumst eigingjarn. Við hugsum okkur sjálf og það sem okkur vantar. Lítið á unga barn og með pela og tekur pelan í burtu, hvað gerir barnið? Það fyrir að gráta. Mér vantar pelang eða snuð meira. Við fæðumst eigingjarn. Að hugsa okkur sjálf, þetta okkur eðli, að við hugsa okkur sjálf. Þannig að það erfitt fyrir okkur að hugsa aðra. Og Páll, hann skrifaði til Tímóteusar, og ég kannski ætti að lesa þennan texta, hann svolítið merkilegur, og hann segir að síðustu dögum verið mjög erfiði tímar. Og hann útskýrir hérna í 3. kaflanum og 1. og 2. versi til 4. og 5. vers. Það segir, mennirnir verða sérgóðir, þessi eigingjarnir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lasmalendur, foreldrum óhleinir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, rópirandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðir, elskandi munalifi meira en Guð, hafa á sér yfirskinn hræðslunar en hafna krafti Guðs til þess að breyta líf okkar. Og við sjáum þetta aukast. Kristus sagði í Mattheus 24 að þegar tíma liðu, þá myndi illskan aukast, illmenni muni fjölga og kærleikur mun kólna. Sjá hvað gerist í skólanum, barnaskólanum. Sjá hvað gerast á göttunum. Meira sér á Íslandi, við erum fann að sjá meira ofbeldi. Bandaríkinu, það alveg hræðilegt. Á þessu ári, 2025, hingað til hafa verið 19 árásir, vopnar árásir á kirkjur. Og nú eru kirkjur að vera með öryggisverði, vopnað öryggisverði í kirkjanum. Þetta á að vera friðarstaður. En við menninir erum sjálfselsk
og ef að sjálfselskana látin vera óheftuð, þá verður hún grimm. Og það er það sem við erum að sjá að sé að gerast í dag. Páll sagði líka meira að það er enginn, í Rómarbréfinu 3. kaflanum 10. vers og áfram að sagði, það er enginn sem er réttlátur. Enginn. Allir hafa hlaupið í burtu. Allir hafa forðast Guð og farið frá Guði. Allir hafa syndgað. Og hann sagði líka að laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs er hvað? Eilífs líf. Það er ekki verðlag, það er ekki eitthvað sem þú kaupir, það er ekki eitthvað sem hann gefur að þú hefur gert vel. Það er svolítið fyndið, ég er ekki að tala um pólitík í dag, en Trump forseti var að ferðast frá Miðausturlöndum til Bandaríkjanna og þá var fréttamaður þar um borð og spurði hann, munt þú fara til himins? Vitið hverju hann svaraði? Hann segi, já, ég veit það ekki, það er nú svona, já, ég er nú kannski hátt upp í áttina að himni núna í flugvélina, hann kann að grínast aðeins. En svo sagði hann, ef ég get bjargað 7.000 manns frá því að deyja á viku, þá er ég kannski að gera eitthvað gott. En ég er ekkit viss um það að ég komist til himins. Fyrsta lagi, það sama hversu mörgum lífum þú bjargar á dag eða viku, það gefur ekkert kredit til Guðs. Jú, það er gott að bjarga 7.000 manns, frábært, en það gerir ekkert betri í augum Guðs, þú ert ennþá sjálfselskur. Í öðru lagi, hann segir, ég kemst ekki. Lestu Óperubókina, lestu Pál, lestu Biblíuna, og hann segir, gjöf Guðs til allra er að fá hjálpræði. Sama hversu vondur, sama hversu sjálfselskur, sama hversu stóru vandamál, sama hversu margir hafa útskúfað þér, sama hversu margir hafa sagt sveið þér, Guð segir, komdu, þú ert inn. Það er eins og vera í körfuboltaliði þar sem einn maður er súper leikmaður og hann bara hoppar að setja körfuna í hverju stekki, sko. Og þú bara með þér þannig á hliðina línu og segir, já, ok, já, annað, þú telur bara stígin, sko. Þegar Kristur er þinn, þú er búin að vinna. Það er samt ennþá vandamál í lífinu. Og það kemur til vegna þess í 1. Mósebók 3. kaflanum. Það segir að þegar að Adam og Eva kusu að fara þvert á móti því sem Guð bað þau, þá kom bölvun í líf þeirra og líf okkar. Allt breytist. Við erum bölvað mannkinn í sjálfselsku og ilskan, vonskan, eyðileggingin er bara að aukast. Og það kemur að svona tíma að það er ekki hægt að fara lengra. En við þurfum ekki að áhyggjur af því þegar Guð er okkar. En þá er spurningin, hvað er hægt að gera? Við getum ekki fjarlægt þessa bölvun. En það er merkileg text í 5. Mósebók, 21. kafla, 22. og 23. versi. 5. Mósebók, 21, 21. og 22. og 23. vers. Það segir að hver sem er hengdur á tré má ekki hanga yfir nótt. Að þess að sem hengdur á tré er bölvaður af Guði. Það er merkilegt. Þeir kannski munið að það lesi í Guðspjallunum að farisæarnir nokkru sinni reyndu að henda steinum í Jesús Krist og drepa hann með því að kasta steinum í hann. Og það var svokölluð refsing sem var lögleg fyrir það að vera að blasfema, fyrir að guðlasta. En þegar þeir sett hann á krossinn, þá var ekki lengur að hann var að guðlasta, heldur Guð er að bölva þig. Að það í samræðum þeirra milli Krists og farisæna, þá voru þeir eitt skipti voru að segja, já, þú ert á djöflunum, nei, þú ert á djöflunum, nei, þú ert djöfullinn, nei, þú ert djöfullinn. Þeir kastu fram og tilbaka. Og þegar þeir settu Jesús Krist á krossin, þannig að Guð er búin að bölva þig. Og það sem er frábært er að lesa í Óperubókinu 20. og 2. kaflan, síðasta kaflan í Biblíunni, það segir, bölvunin er farin. Það er engin bölvun lengur á jörðinni að meðal manna. Jesús Kristur gerði eitthvað sem tók bölvunni í burtu og þú lest í Galatarbréfinu 3. kaflanum 11. til 14. vers.
Galaterbréfið 3. kaflinn 11-14 vers, þá segir Páll, Guð tók við bölvun sem var sett á Krist fyrir okkar stað. Bölvunin sem Kristur tók á krossinum var bölvunin sem við eigum skilið. Öll þín mistök, öll mín mistök í fortíð og framtíð hefur verið afgreitt, borgað fyrir 2000 árum, og það er 2-3 ár þangað til að margir kristni menn munu hafa celebrate, með hafa hátíðir yfir því að minnast þess að það eru 2000 ár síðan að Kristur hóf starfsemi sína. Ég held að það var 27, svo eftir 2 ár að þá má segja að það er komin 2000 ár frá því að Kristur byrjaði starf sitt, og margir munu hafa frábært. En Kristur fyrir 2000 árum, tæpum 2000 árum, fór á kross, lagði niður líf sitt til þess að þú mætti lifa að eilífu. Dauðinn sem við standa frammi fyrir er ekki refsing fyrir okkar mistök. Það er einfaldlega afleiðing bölvunar á þessari jörðu. Það er einungis afleiðing þess að lifa sem mannleg vera á þessari jörðu. Adam og Eva, og það er raunverulega Adam að kenna, Eva var blekkt, Adam tók ákvörðun. Adam og Eva opnuðu dyrnar fyrir bölvun. Allt breytist. En Jesús Kristur kom. Dauði Jesú var svolítið öðruvísi. Jesús sagði í Jónas Guðspjalli 10. kaflanum, enginn mun taka líf mitt af mér. Þeir reyndu mörgum sinnum að deyða hann. Hann sagði, það getur enginn drepið mig. En ég mun leggja líf mitt niður. Nú þegar Jesús fór á krossin, hann lagðist niður, frjálsan vilja. Bakið var allt sár, hann lagðist niður, og ég get ímynd mér að hann var litið á hermenn og sagt, ég er tilbúinn. Og þeir eru bara hikandi, þeir eru með 20 manna til þess að halda glæparum áður en elda niður. Það er hræðilegur dauðdagi. Og hafði í huga að krossin var ekki tæki til þess að drepa fólk. Þetta var pyntingatæki, og Rómverjar höfðu fullkomnað þetta pyntingatæki til að skapa sem mestan sársauka sem lengstan tíma. Og þau eru sett í lög, mjög skýr lög. Það var ekki nokkuð leið að rómverskur einstaklingur sem hafði ríkisborgarétt sem Rómveri gæti farið á kross. Það var ekki hægt að krossfesta rómverska ríkisborgara. Hann var svo hræðilegur. Og það sem merkilegt er að það eru varla nokkur skrif krossfestingu í gamla ritum frá Rómatímabilinu. Þeir skrifuðu ekki það. Þeir skömmuðu sín fyrir að krossfesta fólk. Það eru svona smá textar sem að gefa til kynna að það voru krossfestingar. En það eru bara 4 sögur skrifaðar frá tíma Rómverjana sem lýsa krossfestingu nokkurn veginn. Það er allar í Biblíunni. Mattheus, Markus, Lúkas og Jóhannes. Það er ekki til meira. Ekki svona góð lýsing á hvað gerðist á krossinum. Við sjáum svona hluta hér og þar. Því að það sem nefna er að líkamlega voru annarkur lífsælið vissi hvað var að gerast, þeir bara drógu líkin og hentu þeim í hrúgu á haugana. En þeir skömmuðu sín fyrir þetta. En þegar Kristur fór á krossin, þá fór hann djarfur með einhug og fór þangað og lagði líf sitt niður. Það var í garðinni Getsemanni sem að Kristur virkilega barðist við þessa ákvörðun. Hann þorði ekki, hann var hræddur við þetta. Hann langaði til þess að hætta, 3 sinnum bað hann föðurinn og sagði, takk þetta að mér, ég get þetta ekki, þetta er of mikið, þetta er of þungt, það hlýtur önnur leið. Kristur vissi ekki fyrir víst að hann myndi sigra nema fyrir trú. Og í lokum tók hann ákvörðun og fór af stað og fór á krossin. Og við vitum að þegar hann dó, þá dó hann ekki af því að hann dó á krossinum. Því að hermenni fóru til ræningina 2 eða glæpamenni 2
og þeir brutu beinin á leggjana þeirra til þess að kæfa þá sem myndu kafna, geti ekki andað ef þeir ekki með lappirnar undir sér, og svo þeir dóu mjög fljótt innan 5 eða 10 mínútna, komu að Jesú og ætlaði að brjóta leggina á honum, en hann var dáinn. Svo einn hermaðurinn stingur spjót svona upp undir bringun og upp í hjartað og dregur það út, og þá kom vatn með blóðinu, og Jóhannes skrifar að segja, ég sá þetta, ég veit þetta er satt. Hann skildi það ekki, hann vissi ekki hvað þetta þýddi, en hann sagði, ég sá það, þegar það heyrt sögusagnar og haldið þetta sé lygi eða eitthvað annað, ég sá þetta. Við vitum í dag, og það var grein að skrifa læknum í JAMA, Journal American Medical Association, 1982 held ég að verið, 81 eða 2, þess að lýsa hvað gerðist á krossfestingunni og þegar hermurinn stakk spjótin í. Ástæðan fyrir að blóðið og vatnið kom saman er að þegar Kristur dó, þá rifnaði hjartað og vatnshjúpur sem var í kringu hjartað blandaðist blóðinu í hjartanu. Hjartað daldi ekki lengur, svo það var ekki á hreyfingu, svo blóðið og vatnið blandaði saman, svo þegar hann dró spjótið út, þá vitum við, Kristur dó að því hann lagði niður líf sitt, ásettur á því, og þegar hjartað rifnaði af álaginu. Einstaklingar sem voru krossfestir voru naktir. Guð sjálfur standa fyrir framan alheiminum nakinn. Í sársauka, aleinn, yfirgefinn af vinum og lærisveinum, ángistinn, og Guð hylur hann með myrkri um miðjan dag til þess að vernda hann, til þess að sýna, ég er enn með þér þó þú sért einn. Þetta er allt í lagi. Og síðan kallaði Kristur upp í ángist, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og þetta er refsing Guðs. Það hefur engin einasti maður á jörðinni verið yfirgefin af Guði nema Jesú Kristur. Versti glæpon, versti stjórnmálamaður, versti terroristi, Hitler, nefndu alla, Xi, Putin, Trump, halt áfram listan. Enginn þeirra hefur verið yfirgefin af Guði. Líta á fjöldamorðingja, líta á þá sem að selja eiturlyf, þeir sem fara illa með aðra, þeir sem að níðast á börn. Enginn hefur verið yfirgefin af Guði nema Jesú Kristur. Og það er hræðilegu staður að vera á, að vera yfirgefin af Guði, og það er víti meira en nokkuð annað. Öllum er boðið ókeypis að taka gjöf Guðs, fyrirgefning, sátt, meðtak, að vera hluti af Guðs fjölskyldu og hjálpræði og eilífu lífi, kostnaðarlaust eins og þú ert. En þú ert líka frjáls að hafna því og taka þinn eigin leið. En ég get sagt það að þegar við meðtökum Krist, þá höfum við frið. Auðvitað, það eru veikindi sem fólk þarf að glíma við. Og ég er ekki að ýta því til hliðar. En fyrir marga, sorgin, sársaukin, hvort sem það er af missi eða áreitni eða mistök sem við höfum gert, Guð er það með okkur. Og ég trúi því að sorgin er ekki vandamáli, heldur dauðinn. Sársaukin er ekki vandamálið, heldur áreitni frá öðrum. Skömmin sem við höfum sjálf er ekki vandamálið, heldur við tókum rangar ákvarðanir. Lífið er raunverulegt og Guð segir, ég vil hjálpa þér, og sorgin sem hann gefur okkur er ekki vandamálið, heldur gjöf Guðs að hjálpa okkur að glíma við missi. Margir reyna að ýta sorgina frá sér, þeir hlaupa og vil ekki koma heim, neita að taka til og halda herbergi eins og var í jafnvel áratugi, eða drekka sig í hel eða fylla sig að dópi og fá geðlið til þess að hylja og setja plástur yfir sorgina. En sorgin er ekki vandamálið. Og ég segi fólki, taktu tíma til að syrgja, upplifðu sársaukan, leyfðu sársaukan að vera þar og
talaðu hann, hugsaðu missin, gráttu, tárin gjöf frá Guði, og fyndu góða bók, góðum pappír, góða dagbók til að skrifa í, vegna þess að hugurinn fer á hraðferð, 400-500 orð á mínútu, úr einni hugsun í aðra, og við hættum ekkert, allt á fleygi ferð. En þegar þú skrifar með penna, ekki á tölvu, heldur penna og blað, og þú skrifar eina setningu, þú hægir á hugsun þinni úr 400-500 orðum niður í 80-90 orð á mínútu, og þú klárar setninguna. Og að taka penna og blað og tala við Guð í bæn þann sársauka sem þú hefur, sorgina sem þú hefur, mistökin sem þú gerðir, skömmina sem í lífið þínu, sektið sem fyllir hjartað þitt, og segir við hann, ég þarf hjálp, ég ætla að gefa þér skömmina mína, ég ætla að gefa þér sorgina mína, ég ætla að gefa þér sektina mína, tala við Guð, þú mun sjá, hann mun hjálpa þér. Stundum tekur hann í burtu svona eins og hann gerði við vinkonu mína með tóbakið. Stundum lætur þig glíma við það. En hann með þér og hjálpa þér í gegnum hvað sem það Hvað sem áreitni frá öðrum, mistök sem við gerðum. Guð segir, ég mun ekki upplýsa skam þína, ég mun vernda þig. Guð segir, ég ætla ekki að dæma þig eða skamma þig. Guð ekki að moka yfir okkur sekt og sorg. En það segir, sorgin hjálp. Skömmin og sektin mín. Og þegar við komum til Krists, þar fáum við hjálp. Enginn hefur verið hafnað á Guði nema vítisenglanum. Það svolítið merkilegt hvernig Pétur í öðru Pétursbréfi talar það. Hann segir að þeim var hent í undirdjúpinu myrkra hella. Þeir hafa enga von. Þeir eru hræddir við Guð. Óttaslegnir. Þegar Kristur kom að Genasaret, og það var maður sem var brjálaður með fullt af illum öndum í sér, og allir voru hræddir við hann, og hann braut af sér hlekki og járnhlekki. Þeir eru komin til Jesú, þeir voru skíthræddir við hann. Og sagði, ekki eyða okkur, ekki henda okkur út, leið okkur að fara hérna í svínin. Og þeir hlupuð sér út í vatni til þess að komast eins langt frá Kristi og þeir mögulega gátu. Þeir eru skíthræddir við hann. Þeir eru í myrkra hellum, þeir eru í djúpinu, og þeir hræðast Jesúm, þeim hefur verið hafnað af Guði. En engin einasti maður eða kona hefur verið hafnað af Guði. Guð enn á meðal okkar. Hversu lengi vitum við ekki. Eina sem við þurfum að gera að meðtaka Jesúm Krist og segja, hjálpaðu mér. Og það þýðir ekki þessi langur listi sem kirkjan segir að þú verður að gera. Það þýðir einfaldlega, Kristur, ég vil kynnast þér, hjálpaðu mér. Hver ertu? Og bænin ekki að leggja saman hendur, loka augum og beygja höfði. Bænin að tala við persónu sem vill vera nálægt þér að hjálpa þér. Hrópa upp. Kristur á með hendunar upp. Og hann gat ekkert gert það, sagði bara, Guð, hvers vegna hefur yfirgefið mig? Guð vill vera hjá þér. Það saga Davíð konung sem svolítið merkileg, við höfum ekki oft hugsað mikið það. Sonur hans Absalón gerir uppreisn á móti honum, og Davíð flýði og hermenn með honum, og svo kom Absalón eftir honum og það var stríð. Og Davíð sagði hermennina, verið vingjarlegir við son minn Absalón. Þeir komið síðan og sagði honum að Absalón hafði dáið, þegar Davíð gerði sig grein fyrir því. Hann grét upphátt, óstjórnleg grátur. Hann fór inn í borgina og það heyrðist allt. Það bergmálum alla borgina, og hermennir sem komu, þeir skriðu inn í borgina, þeir skömmuðu sín. Hvað gerðu við? Þannig herforingi fór til Davíð, sagði Davíð, veistu það, þú grætur svo mikið, hermennir þor ekki að koma inn, þeim finnst þeir hafa gert eitthvað rangt. Þú verður að fara út, þeir hættu lífið sínu fyrir þig. Þú verður að fara út og fagna þeim og bjóða velkomna. Svo Davíð þurrkaði tárin og fór út. Grátur Davíðs var raunverulegur. Og ég trúi því að þetta hafi verið smá reynsla til að sýna okkur hvernig Guð grætur þegar að menn og englar
farast. Það eru margar kirkjur sem tala að Guð ætla að leyfa fólki að vera grillast í eldi í langan tíma, jafnvel áraraðir eða áraaldir. Það vondur Guð ef það væri. Þegar ég les Biblíuna þá sé ég að eldurinn stuttur. Það ekki vandamála, það næstum eins og miskunn Guðs. Því að syndari án Guðs í náviðs Guðs, það hræðileg reynsla. Og djöflarnir upplifa það hluta til, en þeir eru fjarri dýr Guðs. Og þeir eru hræddir. Syndarar sem hafna Guði, eigingerni menn sem gera stór mistök, sem hafna fyrirgefningu Guðs. Það óttalegur staður til þess að vera. En í dag, sama hversu slæm okkar geðheilsa sama hversu mikla sekt eða skömm við höfum í líf okkar, sama hversu mikið aðrir áreita okkur og stríða okkur og gera okkur lífi leitt. Þú ert velkomin hjá Jesús Kristi, alveg eins og ert. Ekki breyta henni, ekki gera neitt, bara farið til hann og segja, Kristur, ég get ekki leyst þetta, ég þarf að þér að halda, taktu við mér, hjálpaðu mér. Hann hjálpar öllum sem til hans koma. Það einn texti sem ég vil deila með ykkur sem gífurleg hjálp. Það texti sem hjálpað mér í gegnum mitt líf og sérstaklega starf sem prestur. Hebreubréfið 12, 2., 3., 4. vers. Einblíndu á Jesúm Krist, höfund og fullkomnara hjálpræðisins. Það sama hversu mikið þú þjáist, sama hversu mikið mótlæti þú hefur, sama hversu mörg mistök þú hefur gert, þú líður aldrei nála því sem Kristur leið þegar hann fór á krossinn. Hann veit nákvæmlega hvernig það líður. Hann veit nákvæmlega hvernig hann hjálpa þér. Og Guð mun aldrei uppljóstra þín leyndamál. Hann mun aldrei fara að gera lista á, þú gerir þetta. Hugsaðu söguna, ljúka með þessari sögu. Konan sem tekin í Hórdóm. Það voru kirkjumenn sem taldi hana. Það var einhver prestur eða lærlingur eða eitthvað guðfræðingur sem var farin, látið hann fara og sendi til hann til þess að njóta hennar. Og margir fylgdust með. Og þeir gripu hana, ýttu stráknum frá, sagði, já, feldu þið hérna, henni född, tóku hana nakta, dróðu hann út á götu. Margir prestar, dróðu hann út. Gengu til Kris, hentu niður og sagði, hvað áttu að gera við hana? Þetta kona. Og Kristur sagði ekkert. Hann bara beygði sig niður fyrir að skrifa í sandinn. Og menninir, prestarnir, kirkjunamenn, réttlátumir, kristnir einstaklingar, ef við segjum svo, þeir stóðu í kringin, napp, hvað gerir hann? En þeir sá hann skrifa í sandinn og einn af öðrum fór þeir í burtu, þau vissu, hann þekkti þá. En hann var ekkert að uppljóstra leyndarmálið þeirra. Hann var ekkert að sýna öllum skömmina þeirra. Sópaði sandinu í burtu og næsti og næsti og næsti og einn af öðrum fór þeir í burtu. Þannig að allur á farnir, þá spurði hann konuna, hvar eru þeir sem að ásaka þeim? Þeir eru farnir. Farðu í friði, breyttu lífið þínu. Og það var loforð. Ég ásakaði ekki heldur. Og þetta boð Guðs. Sama hvað það sem að þyngir þig, hvort það séu skuldir eða heimilisvandamál eða persónleg bakgrunnur eða ákvarðan sem tókst áður eða áreitni í vinnunni. Guð segir, ég ásakaði ekki. Þér fyrirgefið. Komdu eins og ert. Og sumir segja að Kristur bara segja konunni, breyttu lífiðinu, en það raunverulega loforð Guðs. Þú þarft ekki að lifa svona lengur. Og hvað sem þú ert að glíma við úr þinni fortíð eða þinni framtíð, loforð Guðs leyfðu mér að takast á við þetta. Ég skal gefa frið í hjarta og það besti friður sem til í heimi. Það mér að biðja. Drottinn Guð, þú veist að sérhver einstaklingur sem hér og þeir sem hlusta á, við höfum öll eitthvað í fortíðinni sem við vildum að vera öðruvísi. Sumir hafa skömm, sumir hafa sekt, sumir hafa sorg, sumir hafa allt saman.
sem verða fyrir áreitnis, aðri glíma við veikindi, það er svo margt sem við glímum við, en þú býður okkur öllum, sama hvar við erum, hver við erum, hvaðan við komum eða hvernig líf okkar er. Þú býður okkur að taka þessa gjöf, að vera vinir þínir, að tengjast þér, að treysta þér. Svo ég bið Drottinn núna að þú komir í líf okkar og þeir sem hlusta á að við mættum sjá að þú ert góður, þú elskar okkur og þú vilt okkur heilsu og hamingju. Þetta bið ég í Jesú nafni. Amen.